Óli heiti ég og er bróðarfótos. Okkur komst í mér ekki í kvöld, því hann er á eddu. Er á eddinu ekki. En það er ekki alltaf verið því að ég er að tala hérna og svo fyrir alltaf. Vegna þess að ég vil endilega fá að leiðinlega það misskilning sem að hefur verið að þetta sé Þorrablóts Admirals okkur. Vegna þess að þetta er náttúrulega að sjálfsögðu Þorrablóts Admirals mitt. Ég hef gert öll þau Þorrablóts Admirals sem hafa verið sýnd hér síðustu ár. Það er auðvitað ég sem á allan heiðurinn af öllu sem hefur verið gert síðustu ár. Og það að Otto bróðir sé að fá alla heiðurinn af því sem hefur verið gert, það er gjörsamlega óþarft. Og vegna þess að Otto hefur einungis verið að gera örlítið af því sem hefur verið sýnt. Óli. Já. Þetta er ekki bara hægt þessari vitleysu. Vatti. Ég er bara að kaupa þetta, sko. Vatti. Það er aftur í sæti, ég ætla að klára það. Ekki með þessum leið. Ég er móðinu, gott að. Ég er langt hér ákinn í kvöld og gæti mér ekki mætt að það voru blóðteikar, kókaskerunga og nærsökunga. Geti minn, geti. Aðeins að hækka það. Ok, heyrðist þið með? Já, ok. Já, ég gæti mér ekki komið og líka vegna Anna í skóla þá gæti ég ekki gert nógu gott Þorrablótsatrið eins og ég hefði viljað. En ég náði að klippa smá saman. Þú lýgur því, það var ég sem að gera þetta. Þegiðu, Óli. Það er ekki svo Óli. Þú var að fulli börði sem að kalla upp í skemmtjarta. Nei! Þetta var áraförinn af síðasta ár. Margt það ég vildi gera þessu. Gjörðu. Hvað segir Óli minn? Eigum við að fara á Þorrablótið? Á Þorrablót hvað? Þorrablótið á Kópaskeri? Já, hvenær er það? Það er næstu helgi. Já. Hvað hérna, já. Hver ætlaði að sjá það? Nú það er hópur af ungu fólki sem stofnaði hóp á Facebook. Já, það voru einhverjir krakkar sem ætluðu að vera með þetta. Já, krakkar. Já, ég veit nú ekki hvort það mér líst eitthvað á það. Heldur að vera eitthvað varið í það að hafa einhverja krakka hérna gólandi og gargandi. Ég hef ekki trú á því að það verði neitt skemmtilegt. Ég held að sé nú búið að hálf eyðileggja þetta. Það er bara eitthvað Elvar Mára glamrandi þarna á gítarinn og eitthvað hundleiðilegt. Ég hef ekki trú á Siggi Tryggva að segja einhverja brandara, einhverja klámbrandara. En þér fannst nú gaman í fyrra? Já, það er ágætt svo sem. Þetta var nú bara, það var nú Otto þarna með þetta myndband. Það verði ekki eitthvað núna, það var nú alveg sko í fyrra svo gjörsamlega. Þeir fóru nú alveg bræður þarna, gólandi og gargandi eitthvað. Ég hef ekki trú á að hafi nokkur haft gaman af því. Kannski Tóta, hún kannski reynir að horfa á þetta og stílur ekki brandarana samt, held ég. Ég veit ekki, það væri frekar að fara eitthvað annað. Fara bara á pillir í hérna, heima. Skal alveg strutsi sig fullan hérna.
For some real head cases, here's number 19. The secret to a good gag isn't just whether someone will fall for it. It's how many times. This unsuspecting roommate is about to be taught a new game. Whack each other on the head with wooden spoons while holding the utensils in their teeth. Hey, they're guys. It makes at least as much sense as a farting contest. What Curly Joe doesn't know is that this isn't a two-player competition. The question is, will he figure it out on his own? So I've been meaning to review this last video forever, and it was a slow week for viral videos. Not enough kitty cats doing cute shit, I guess. And so I was finally able to review it. Now the video itself is 6 months old, but the prank is way older. The idea is you take a wooden spoon, you put it in your mouth, and you hit each other on the head with it. But this dude here is about to get pranked. So they're apparently speaking Icelandic. So I don't know what the guy's saying. Probably something like Bjork! Bjork is all I know about Iceland. Anyway, 750,000 views. This video's great because it shows that you can trick anyone and make them mad enough to like turn into Tourette's guy. Oh, here you go. Here you go. New feature. It's time. You don't have a clip, man? Kev, I think you're going to enjoy this. Okay. Is it her on the pole? No, this is we're on. We moved on. This is what we call With Friends Like These. Tonight's installment features a guy who challenges his friend to a contest to see who can hit the other the hardest with a wooden spoon. The rule is you must hold the spoon with your teeth when you hit the other guy. And one of the guys is cheating, and the other guy just doesn't seem to catch on. Well, here, take a look.なんと奇跡的に助かった。一瞬失神したものの命に別状はなかったという。あまりに適当な爆弾処理。とりあえず一応成功。1台の隠しカメラをバレないようにセッティングするこの男。オットー・パーナーソン。3兄弟の一番下オリにドッキリを仕掛けようという魂胆。そこへ仕掛け人の次男が登場。オリ、ちょっとしたゲームをやろうぜ。いいか？この木のスプーンでお互いの頭を順番に叩き合うんだ。こうな。ただしこうしてスプーンを口にくわえて殴る。さあ始めようか。頭を出せばいいんだな。ああ、そうだ。それじゃあ行くぞ。ドッキリスタート。そんな痛くねえよ。そう、口でくわえたスプーンと見せかけてこっそり後ろから思いっきり叩いちゃう作戦。ドッキリに全く気づかないオリに長男はこの笑顔。俺もやるぞ。攻守交代。しかしうまく叩けない。おいおい、お前下手だな。なんでおかしいな。すげえ痛かったぞ俺は。そして2回目。なんだよ言って。お前な。
Ég ætla að biðja þessa drengi sem áttu hlut að máli að koma hérna upp. Auðvitað ekki annað hægt að gera en að veita svona drengjum með þessar alveg frábæru hugmyndir af því að kynna komast hér á heimsvísu því að það veitir ekki að þið sjáðu fjölda sem hérna í kvöld. Það er bara eftir að vera miklu fleiri hérna á næsta ári og koma víðar á heiminum. Það eru verðlaunin Gísla Steinum.